heita sér Óli Pottaleppi. Sjáu þið, krakkar mínir, ég bjóð þessa brúðu til handinni Gullbrá. Já, hún Helga kendi mér að búa það til. Já. Segðu þið þó líka úr hverju þú bjóst okkur til. Já, allt í lagi. Sko, ég bjóð okkur til úr Pottaleppunum hennar Jóru minnar. Já, ég límdi bara svona andlit og föt og augu og munn og svona á Pottaleppuna. Já, þið segið engum frá því, ja. Nei, en mér finnst bara fallegra Pottaleppar séu með andlit og í fötum. Finnst þið það ekki, Grímur minn? Jú, það alveg hárrétt hjá okkur. Já, nei, þannig Hektor. Hvað Hektor að gera núna, ha? Æ, svona þetta, já, haha. Hvað nú þetta? Þvottapoki með augu? Nú skal ég hamast á þér, Hektor, löstrar hundur. Eitthvað kannast ég nú með röddina, ha? Já, datt mér ekki hug. Sæll, Hektor, lestrar hundurinn minn. Jæja, Lilli minn, ég nú fegin að þú hræðist ekki lengur þvottapokan þann arna. Hektor, við erum bestu vinir og amma mín, hún saumaði augun, sjáðu. Já. En hvað ertu að gera, Hektor, með allt þetta drast? Já, ég að kynna mér fuglalíf og hreiðurgerð. Sjáðu öll eggin. Já. Veistu hvaða egg þetta eru? Já, býttu, þetta hænuegg. Já, alveg rétt. Og þetta? Hektor, þetta páskaegg. Já. Hvað ertu eiginlega að gera með páskaegg núna? Já, alveg rétt. Þetta málað hænuegg. Og þetta hreiður. Ó, hvað fallegt. Já. Nei, sko. En það vantar bara ungana. Já. En Hektor, Já. hvað ertu að lesa? Þetta sagan hans Hreiðars hreiðurgerð þræstarhjóna. Ó, viltu leyfa mér að heyra þessa sögu, Hektor? Já, því ekki það. Hún heitir Kötturinn Nebbi og hér kemur hún. Gjörið svo vel. Lína á heima í litlu rauðu húsi í borginni. Hún 8 ára. Það fallegur garður í kringum húsið hennar. Besti vinur Línu kötturinn hennar, Nebbi. Hún fékk hann í vetur. Þá var hann lítill kettlingur. Nú komið vor og Nebbi orðinn stór og stundum dálítið grimmur, finnst Línu. Nebbi vill ekki láta Línu ráða yfir sér. Hann vill hlaupa yfir í garð nágrannanna og róta þar til og meira segja vill hann helst pissa upp í dyrastafinn í næsta húsi. Lína iðin við að gæta hans Nebba síns. Þau eiga góðar stundir saman upp á pallinum á vörubílnum hans pappa. Bíllinn stendur fyrir utan hliðið þeirra af því að pappi á togara og verður þar nokkur tíma. Stærsta vandamálið kom með vorinu. Þá hópast þrestirnir í garðin hjá Línu og Nebbi titrar allur af áhuga og veiðigleði. Eitt kvöldið komu þrastahjón langa leið yfir hafið. Þau ætlaði að byggja sér hreiður í garðinum hjá Línu. En þrestirnir sem áttu heim á Íslandi allan veturinn búnir að helga sér bestu trén og reka þrastahjónin ókunni í burtu. Þau fljúga til og frá í nágrenninu. Hér líst eins og vel á sig að hér vilja þau búa. Þrastapappi kemur auga á vörubíl sem þarna grafkyrr. Honum dettur strax í huga að undir palli hans á varahjólinu geti verið ágætis reiðustæði. Þrastahjónin byrja nú á kappi að sækja mosa og strá og búa til reiður undir bílpallinum. Þegar hreiðrið fullgert, leggst þrastamamma í það og fer að verpa. Eggin urðu 4. Þrastapappi færir henni ánamaðka og flugur og syngur hástöfum í trjánum í garðinum ásamt fleiri stoltum þrastapöppum. En dag nokkurn, þegar þrastapappi liggur á eggjunum, ríður skelfingin yfir. Risastórt dýr réttir loðna loppu að hreiðrinu. Þrastapappi verður lamaður af hræðslu. Ósjálfrátt flýgur hann upp, sest á garðsliðið og gefur frá sér hátt og sársaukafull tíst. Lína sem alltaf á þönum og eftir honum Nebba sínum heyrir tístið. Hún sér strax í skottið á honum undir bílpallinum og togar hann til sín svo hann emjar hátt. Hún tekur hann í fangið og hleypur með hann inn. Hann ævareiður en klórar Línu samt ekki. Þegar hún kemur út aftur, sér hún hvar 3 þrastaregg liggja brotin á götunni undir bílnum. Á varadekkinu undir bílpallinum
hreiðrið sundurrifið öðru megin en í botni þess liggur eitt egg óbrotið. Það varla Lína megi vera að því að sofa þá tíma farið í hönd. Hún önnum kafin að gæta Nebba þegar hann fer út á daginn. Það auðvelt að gæta þrastarhreiðrana 3 sem í trjánum í garðinum. Þau eru svo hátt uppi að Nebbi klifrar ekki þangað, enda þetta grenitré. Öðru máli gegnir með hreiðrið undir bílpallinum, sem þrastahjónin hafi ekki yfirgefið, þrátt fyrir hörmulega atburðin. Línu fannst hún þekkja söngin þeirra frá öðrum þrastasöng í garðinum. Hann svo angurvær og sorgbitinn. Dag nokkurn finnst Línu koma gleðihljóð í þrastasöngin í garðinum. Og viti menn, það komin ungi í hreiðrið undir bílpallinum. Næstu daga Lína bókstaflega á þönum og eftir Nebba. Þröstulitli stækkar og dafnar og Línu til yndis þegar hún gægist í hreiðrið til hans. Þrastahjónin ekki hrædd við Línu. Þau bíða bara í trjánum með maðk í nefinu. Það eins og þau haldi að nú séu allar raunir úti, en það nú aldeilis ekki. Snemma morguns þegar þrastamam að mata litla þröst, heyrir hún mikinn hávaða og reykjarsvælu leggur að hreiðrinu. Vörubíllinn ekki lengur kyrr. Honum ekið af stað af pabbina Línu. Hann hafði komið heim nóttina meðan Lína svaf og nú farinn áður en hún vaknar. Litla rauða húsið mjög stutt frá tjörninni og þegar bíllinn kominn spölkort veltur reiðurkarfa niður á götu og þröstu litli með. Hann baðar út vængjónum sínu smáu og flögrar yfir götuna í hávaxi gras hinum megin hennar. Hann leitar í ofboða foreldrum sínum. Fyrsti fuglinn sem litli þröstur hittir stór og svartur, segist heita Krummi og vill ekkert með þröst litla hafa. Fallegur fugl syngur dýrrind í, undurljúfur og segir litla þresti að nafn sitt sé Lóa. Grábrúnn fugl háfættur með langt neförðu næst á vegi litla þrastar, það spóinn. Hann vísar litla þresti til kríunar sem næstum því búin að gæða sér á litla þresti, en sólskríkjan varar hann við. Litli þröstur baðar út vængjunum sínu smáu og hann getur flogið. Það nú aðeins stutt í einu. Hann flýgur yfir götuna og næst hvílar hann sig í garðinum umhverfis rauðahúsið. Nebbi nýkomin út. Raunar Lína á hælum hans, en samt stendur hann allt í einu fyrir framan litla þröst. Nebbi setur krippu á bakið, sperrir eyrun, sleikir útum og skottið titrar af spenningi. Ángistar tíst berst frá 2 þröstum sem flögra í garðinum. Litli þröstur finnur gapandi gin umleikja sig. Eins og Nebbi stökk á litla þröst, stekkur Lína á Nebba og innan 1 sekundu litli þröstur í höndum hennar. Lítið hjartans berst og titrar. Nebbi horfir ásakandi á Línu, en getur ekkert aðhafst. Lína sleppti litla þresti varlega og hann finnur kraftin í vængjunum sínu smáu, hefur sig til lofts og sest á eina greinina á hæsta greini tré. Lína tekur Nebba í fangið og segir honum frá sorg sinni morgunin þegar pabbi var farinn á bílnum sínum. Nú hún vissum að þetta litli þröstur og þrestirnir 2 sem sátu á vegnum foreldrar hans, sem komnir á næstu greinar við hann. Söngurinn þeirra gleði söngur. Litli þröstur orðinn fleygur. Já, það væri nú gaman að búa til börnu þeirra líka, ha? Grímur, ætlar ekki að hringja, Grímur? Ha, hver að tala? Ha? Ég hérna upp í turninum. Það bara ég. Já, heyrðu, já, hvað óskubestu smál, ha? Heyrðu, hver þú eiginlega, ha? Ég nú bara álfur. Ég hef ekkert heyrt þig hringja í dag, Grímur. Ha? Heyrðu, hef ég nú rétt einu sinni gleymt því. Ég skal bara gera það fyrir þig. Ha, þú hringjar eða hvað, ha? Bjallæðin alveg agga lítil. Það heyrist nú allan eitt í henni, ha? Jú, það heyrist alveg nóg. Ég hringjar í álfheimum. Álfabörnin verða líka að fá að vita hvenær stundin okkar byrjar. Já, heyrðu, og ég hringdu þá litli álfur þarna. Allt í lagi. Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stundin okkar byrjuð. Já, eiginlega hún löngu byrjuð. Já, heyrðu, hérna við skulum ekki tala það. Hérna, hvar áttu heima, ha? Út í skógi. Já. Hvað? Hlustaðu. Já. Það einhver að syngja út í skóginum mínum.
keyra stóra flugvél. Ég kaupi fyrir 5, svo kaupi ég mér dölur og súkkulaði og fleira. Og síðan skal ég gefa pappa allan afganginn. Hörru, Lilli minn. Já. Hvað kemur næst, ha? Veistu það ekki, Astni minn? Nei, hvernig ætti ég að vita það? Það segir mér engin neitt, ha? Hefur þú heyrt talað leikrit sem heitir Fróði og allir hinir grislingarnir? Já, meir en það. Veistu, ég hef séð það hjá leikfélag Kópavóks, ha? Vá, heyrðu, fáum að sjá það, ha? Ekki allt, en við fáum að sjá kafla úr því. Og þar koma fram þeir Fróði, sem aðalmaðurinn, og Simmi töffari, og nafni minn, hann Lilli, og svo auðvitað hann Lárus. Hvað ég hlakka til, ha? Og lögin, Lilli, eru þau eftir að Valgeir Skakkfjörð, ekki? Ha? Jú. Og hann Valgeir, hann er líka leikstjórinn. Já, áfram með smjörið. Áfram með smjörið. Hvað gerir nú svona lítill pottormur til að eyða tímanum, ha? Ég eyði ekki tímanum. Ég er að tálka. Sérðu það ekki, stóri pottormur? Þú ert nú aldeilis ekki að baki dottinn, þykir mér. Ég hafði ekkert bak til að detta. Ég var að byrja í skólanum bráðum. Aumingja strákurinn. Það er sko algjör þrældómur. Ferð þú líka í skóla? Hvort ég geri. Það er svona stöku sinnum. Reyndar eins sjaldan og hægt er. Ég er nefnilega ekkert gefinn fyrir skólan, skilurðu. En það segja allir að sé svo ofsalega gaman í skólanum að vera í bekk og hafa kennara á svona. Það eru allt og margir bekkir og allt og margir kennara. En þú kemst nú sjálfur að því, Stúfi Lilli. Hvað heitirðu? Simmi, ef einhver bað þig að spyrja. En hvað heitir þú, Stúfi Lilli? Ég heiti Fróði, ef einhver bað þig að spyrja. Eigum við að leika okkur? Leika? Sagðirðu leika, Stúfur Lilli? Leikuð þú þig kannski aldrei? Þú hlýtur að vera með vatn á milli liða, Lilli minn. Stórir strákar, karlmenn skilurðu, þau leika sér ekki. Hvað gerið þið þá? Nú, við rúndum dálítið á skellinörunum okkar og spáum í stelpurnar og svoleiðis. Jú, og svo gerum við at í hinum og þessum. Er það hættulegt? Ekki baun hættulegt. Sjúk. Ég heiti Simmi og þessa skellinöðru á. Vinir mínir fá að sitja aftan á og bellibrögðum ýmis konar beiti ég á þá sem búa hér í þessum bæ, ég grampa kast af látri fæ. Ég er 15 og er fær í flestan sjó, af ýmsu hef ég alveg fengið meir en nóg. Í makindum á bak við hús í mestu spekt og ró, er mikið hægt og mikið spáð, ég kann við öllu einhver ráð. Ég er slingur og ég leik við hvern minn fingur, Simmi veit hvað hann syngur, hann er kaldur og glár. Ég er slingur og ég leik við hvern minn fingur, Simmi veit hvað hann syngur, hann er kaldur og glár.
Heyrðu Simmi, ég á að byrja í skólanum bráðum. Greyið! Getur ekki kent mér einhverja brellur sem ég get notað? Jú, alveg örugglega. Þú hefur sko hitt rétta mannin til þess. En þær verða að vera góðar. Góðar? Hann gamli hérna, hann kann bara fyrstaflokks brellur. Og ég kann næstum óteljandi skólabrellur. Þó ég sé nú ekkert mjög hrifinn af skólanum, sko. En hvað er þá gert í skólanum, Simmi? Þegar ég var svona smá polli eins og þú, þá lærðum við leksjur og skrifuðum bókstafi og svoleiðis. Jú, og svo sungum við, öxar við ána. Og hver var þessi öxar? Skólastjórinn held ég. Ha? Já, ég hef annars ekkert verið að pæla neitt í því. Nei, gerðu þið ekki eitthvað fleira? Jú, við bjöggum til skutlur og svo köstuðum við sultubrauð í töfluna. Nei, svona venjulegu fransbrauð með sultu á? Einmitt. Vá! Heyrðu, má ég ekki alveg svona skólabrauð, mamma kaupir nefnilega? Nei, bara venjulegt fransbrauð með rabarbrasultu. Sú brellaði nefnilega alveg stórfín. Hún getur fengið alla kennara til að ganga bara gjörsamlega af göflunum. Af göflunum? Já, þau byrja alltaf á því að öskra og æpa. Og ef maður er heppinn, þá fær maður þá til að stökkva upp í ruslafötu. Kanntu ekki einhverja fleiri svona góðar brellur sem? Jú, alveg fullt af þeim, sko. En það er langt best fyrir þig að byrja þessari með sultubrauði. Hún er einföldust. Og þegar þú ert að gera brellur á kennurum, þá borgar sig sko að fara varlega af stað. Vegna þess að kennarar verða auðveldlega smá spældir. Og ef að kennarar verða spældir, þá er bara ekkert gaman að þeim lengur. Nei, kennarar eiga bara að hoppa hún í ruslakörfur og svoleiðis. Einmitt, þú ert fljótur að læra stúfi litli. Heyrðu, við sjáumst. Heyrðu, hérna, Lilli. Já. Heyrðu, hvað ertu eiginlega með þetta hálsinn, ha? Perlufesti. Sem stelpa gaf mér. Hva? Hún heitir Halldóra, hún er vinkona mín og veistu, bjóðu þetta til sjálf. Ég get svarið það. Hvað? Bjóðun Halldóra heitur hún það? Þú ert sveimir heppin eða svona vinkonur, ha? En hérna, heyrðu, Lilli. Já. Kanntu að hérna syngja svona keðjusöng, ha? Meinaru svona þú byrjar og svo byrja ég og svo byrjar þú? Já, einmitt. Heyrðu, og Lilli. Sko, lagið er svona hérna. Já. Sá ég spóa, suri, flóa, Sá ég spóa, suri. Nei, býttu nú aðeins og róluðu, sko. Já. Sko, ég byrja og þegar ég er búin að segja, sko, flóa, þá byrja þú, sko. Já, við skulum prófa þetta. Tilbúin. Allt í lagi, þú byrjar. Já. Sá ég spóa, suri, flóa, syngur lóa út. Herru, hvað er eiginlega allir maður? Allir ekkert að syngja, ha? Jú, nú kann ég þetta. Og þú byrjar aftur. Já, heyrðu, við skulum fá undirspil. 1, 2 og 3. Já. Sá ég spóa, suri, flóa, syngur lóa, út í móa, bí, 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 bí. Hvor er komið líftan nýtt? Sá ég spóa, suri, flóa, syngur lóa, út í móa, bí, 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 bí. Hvor er komið líftan nýtt? Sá ég spóa, suri, flóa, syngur lóa, út í móa, bí, 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 bí. Hvor er komið líftan nýtt? Herru, svona, Lilli minn. Og við áttum að enda þetta saman, sko, ha? Þetta var ekki alveg rétt erfitt hjá, þetta er erfitt. Þetta var ekki alveg harriðt hjá, Lilli minn. En, herru, við reynum bara aftur. Tilbúin? Nei. Það er of seint. Af hverju? Nú verðum við að kveðja því stundin okkar er búin. En veistu hvað við skulum gera? Við skulum biðja hana Lísu vinkonu okkar að syngja fyrir okkur lagið þarna þegar hún er að mála allan heiminn fyrir mömmu sína. Herru Lísa, hún syngur svo flott maður, ha? Bless, krakkar. Bless, krakkar. Bless. Hlustu góða Lísu. Hlustaðu? Ó, hún syngur svo vel, hún Lísa. Æðislega.